Nú ætlum við að skoða hvernig við drögum saman líka liði. Þegar við erum að draga saman líka liði og einfalda stæður sem eru nú yfirleitt fyrirmælin sem að koma, þá erum við að telja saman hvað erum við mikið af hverri óþekktri stærð fyrir sig, það er að segja af hverjum bókstaf. Í fyrsta dæminu erum við 3x plus 4x, þetta eru bara 7x. Þetta er allt sami bókstafurinn. 2y minus y er 1y, ég skrifa ekki 1 heldur bara y. En hér er ég með a hér og hér. 3a plus 4a eru 7a. Þið passið að þetta tákn hérna fylgir þessu. Og svo er ég með 2 mínus 1. Það gefur mér plus 1. Og ég skrifi þetta bara svona, ég get ekkert gert meira við þetta. B-in eru hér og hér. Nú er mínus, sjáðu. Hér er ekkert, það þýðir í raun plus. 8 mínus 5 eru 3. B plus 4 mínus 5 gefur mér mínus 1. Hérna fáum við öllu flóknari jöfnur. Já, nú erum við komið með fleiri en 1 bókstaf. Og það er ágætt að skrifa dæmið niður í bókina sína og merkja hreinlega svona inn. Og þið sjáu það, ég tek formerki fyrir framan bókstafinn alltaf með. Nú er ég komið öll a-inn inn. Það er líka svona venja að gera þetta í stafrófsröð. Þetta gefur mig 9a, því það eru 3, 3 og 3. Það eru 3 plus 3 plus 3 eru 9. Svo tek ég b-inn og þá get ég alveg notað eitthvað annað merki. Og 2b mínus 2b er 0. Þá sleppi ég b-ánum. Það eru engin b. Ég þau 0 hvort annað út. Síðan er ég með x hérna. Get ég gert bara hring utan um þau. X plus x eru plus 2x. Og þá eru bara tölustafarnir eftir 3 mínus 4 er mínus 1. Plus 4 gefur mér plus 3. Þið sjáu hvernig ég ger þetta. Hálft x plus 4y mínus 5 plus hálft x plus 3 mínus hálft y plus hálft y. Hérna ætla ég að byrja á að skoða x-in, því að þau eru á undan y í stafrófinu. Hérna er hálft plus hálft, það er heilt. Mínus hálft er 1,5 og þessi tvö hérna, þau nulla hvort annað út. Mínus hálft og plus hálft, þannig að þá er ég bara með hálfan plus hálfan, ég er með 1x. Og það skrifa ég bara sem x. Y-in eru hér. Það er bara með plus 4y. Og þá er það tölustafinir mínus 5 plus 3. Það gefur mér mínus 2. Og þá er það hérna m-in. Þau eru fyrst í röðinni. 8 og hvað er næst m? Það er hér og svo hér. 8 mínus 5 mínus 3. Það er bara 0. M-in dett út. U-in plus 3 plus 8 eru 11. Mínus 11. Þau detta líka út. Engin U. Mínus 4 plus 4. Nei, mínus 4 plus 6 ætlaði ég að segja. Hérna mínus 4 plus 6 eru 2. Plus 3 eru 5. Mínus 5. Það dettur líka út. Niðurstaðan hérna er bara 0. Og þá þarf ég að skrifa 0. Því að þegar ég er ekki með neitt, allt dettur út, þá er 0 eftir. 0 er táknið í stærðfræði sem við notum fyrir þegar við erum ekki með neitt eftir. Hérna er þegar við ætlum að draga saman líka liði. Þessi tafla virkar þannig að þegar ég legg saman þennan reit og þennan reit, þá fæ ég þennan. Þennan og þennan, þá fæ ég þennan, þennan og þennan, þá fæ ég þennan. Og hér er búið að leggja saman þennan reit og þá kom þetta. Þannig ég þarf að finna út hvað er hér. Hér er x og þetta verða 3x. Hvað þarf ég að bæta við 1x þannig að þau verði 3?
Það eru 2x. Hér stendur mínus 2 en það verður að plús 1. Þá þarf ég að byrja á að núlla þetta út, bæta við 2 til að núllist út og fá svo 1 viðbót, þetta verða plús 3. Síðan legg ég saman hér, ég fæ 4x plús 4 og að lokum 4x plús 3x eru 7x. 4 plús 1 eru plús 5. Síðan á ég að finna út hvað þetta er ef x-ið væri 5. Þá ger ég hérna 5 mínus 2. Þetta eru 3. 2 sinnum 5 plús 3, þetta gefur mér 13. 2 sinnum 5 plús 1, þetta gefur mér 11. Og nú get ég farið, ok, ef ég legg saman 13 og 3, þá ætti ég að fá það sem er hér. Við skulum athuga hvort það stemmir. 3 sinnum 5 plús 1, ég ætti að fá 16. 3 sinnum 5 er 15 plús 1, það er 16, þetta passar. 4 sinnum 5 plús 4 er 24. 11 plús 13 eru 24. 7 sinnum 5 gefur með 35 plús 5. Ég fæ 40 hérna, það passar. Þetta gengur allt upp. Hérna, hvað gerist þegar ég margfalda saman 3 sinnum 5x? Nú, þá er ég með 5x, 3 sinnum, það gefur mér 15x. 4x sinnum 2x, nú vandast málið aðeins því að 4 sinnum 2 er 8 en x sinnum x er í raun x í öðru. Ef ég væri með x sinnum x sinnum x 3 sinnum, þá væri þetta x í þriðja. Hérna 12x deilt með 3, þá bara deil ég 12 deilt með 3 eru 4 og svo verður x-ið eftir, þetta verða 4x. 2x í öðru deilt með x, þetta er í raun og veru stundum auðveldara að skrifa þetta svona. Það er í raun sinnumerki hérna á milli, þú skrifum það ekkert alltaf. Hérna má ég stytta x á móti x, því x deilt með x er 1, þá verða eftir 2x. Hérna kemur pínlítið snúið dæmi að því leytinu til. Þetta lítur ekkert vel út, en ég ætla að setja þetta upp aðeins öðruvísi. 18x í þriðja sinnum y í öðru sinnum y í þriðja sinnum x. Og ég ætla að taka þennan tvípunktinn og breyta honum í stórt deilingarstrik. Því þetta er svona. Og ég ætla að einfalda þetta aftur. Og ég ætla aftur að gera stórt deilingarstrik. Ég ætla að gera 3 sinnum 6. 18 er 3 sinnum 6. Ég ætla bara að skipta á þessu tvennu. Svo ætla ég að skrifa x sinnum x sinnum x. Sinnum sem er í öðru. Sinnum sinnum sem var í þriðja sinnum síðasta x-ið. Undir er ég með 3 sinnum x sinnum x sinnum Ég er ekkert búin að gera hérna annað en að breyta rithættinum. Þetta hér er nákvæmlega það sama þetta hér. Og nú ætla ég að sýna ykkur af hverju ég ger þetta svona. Því að þegar ég er með það sama upp og niður, þá má ég taka það út. Því að 3 deilt með 3 er 1. 1 breytir engu í margföldun og deilingu. X deilt með x er 1. X deilt með x er 1 og deilt með er 1. Það hverfur allt undir strikinu. Þá þarf ég bara að finna hvað er eftir. Það er eftir 6 og 1, 2, x, það þýðir x í öðru og 1, 2, 3, 4 í fjórða. Það skiptir öllu máli en að setja þetta skipulega upp og stytta út. Passa að taka bara 1 á móti 1. Og ef maður gerir þetta svona, þá er þetta í raun ekki eins flókið og þetta lítur út fyrir að vera.